Gott kvöld og verið velkomin á Malbyggstöðuna Varmá. Við ætlum aðeins að fara við liðin. Byrjum á liði Njarðvíkur. Í markinu er Róbert Blakala, Alex Bergmann Arnarsson nr. 2, Sigurjón Már Magnússon nr. 3, Óskar Atli Magnússon nr. 4, Arnar Helgi Magnússon nr. 5,
Kenneth Hopp, nummer 8, Omar Diuk, nummer 9, Rafael Alexandre Ramos Victor, nummer 11, Mark McAuthor, nummer 13, Oliver James Taylor Torres, nummer 14 og nummer 17 er Þorsteinn Björn Bennarsson. Þjálfari liðsins Arnar Hallsson. Dómarar leiksins Elías Ingi Árnason, aðstoðardómari Birgir Sigurðsson og Rúnar Kristín Stefánsdóttir. Eftirlitsmaður Þórður Ingi Guðjónsson. Let's get this party started! Já, komum við velkomin og sæl í þessa beinu útsendingu hérna frá Malbiksstöðin á Varmá. Aldrei, komið þið sæl. Framöndan er leikur Njarðvíkur og Aftureldingar. Þar sem Afturelding tekur á móti Njarðvík í þessum leik. Umferðin hófst í gær með leikjum Grindavíkur og Fjölnis. Og Fjölnir fór á toppi með þeim leik, en Afturelding getur ermdur heimt toppsæti með sigur í dag, Kjartan. Mikið rétt. Þannig að Getur ekki sagt
að þetta sé mikilvæg leikur fyrir Eldvíkuna? Þetta bara gríðarlega mikilvæg leikur fyrir Eldvíkuna, það klárt. Og Njarðvík, þeir sitja í 9. sæti með 6 stig, Afturelding situr í öðru sæti með 16 stig. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir Njarðvík? Þeir vilja væntanlega klóra sig ofar. Já. Og þeir hafa byrjað brösulega útöðli Njarðvík. Þeir eru með 1 stig af 9 mögulegum þar. Þannig að þeir hafa eitthvað sanna á útöðli. Heldur betur, þetta bara hörkuleikur. Byrjum að rúlla við liðin hérna. Njarðvík að hann skipað, nr. 1 Róbert Blagala, nr. 2 Alex Bergmann Arnarsson, nr. 3 Sigurjón Már Markusson, nr. 4 Óskar Atli Magnússon, 5 Arnar Helgi Magnússon, 8 Kenneth Hogg, 9 Ómar Díuk, 11 Rafael Alexandri Rómeó Viktor, 13 Mark Mausland, 14 Ólafur James Kellar Torres, 17 Þorsteinn Örn Bernharðsson, 12 Walid Birru Esafi, 7 Sjó Ananias Jordá Jr, 20 Viðar Már Ragnarsson, 22 Magnús Magnússon, 24 Hreggviður Hermannsson, 25 Kristoffer Snær Jóhannsson, 28 Hilmir Vilberg Arnarsson. Þjálfari Arnar Hallsson. Já, og þess má gaman að geta Arnar Hallsson, hann þjálfaði Aftureldingu frá árunum 2017 til 19. Held ég. Og aðstoðarþjálfari hans á þeim tíma var engin annar en Magnús Már Einarsson sem þjálfarinn í dag. Hann tók við í beinu kjölfari þegar Arnar Hallsson fór. En þá förum við yfir lið heimamanna. Í markinu Jevgen, Gunnar Bergmann og Rasmus skipa síðan hafsendana nr. 2 og nr. 13. Í hægri bakverði sem fer Georg Bjarnason, í vinstri bakverði markahrókurinn Arneli Sævarsson sem búinn að skora 3 mörk í sumar og með 2 vítum. Some player. Og það verður gaman að sjá hvort að hann tekur vítin í dag ef það kemur víti eða hvort það verður Arnór Gauti. Djúpur á miðju býstu við að verði hann Bjarni Páll Linnett, Ásgeir Frank, hann frá vegna leikbanns. Þannig að Bjarni Páll, hann kemur inn í hans stað, það eina breytingin á Aftureldingarliðinu. Númer 22 á miðjunni Ólafur Bjerum og hans við hlið Bjartur Bjarmi á miðjunni númer 16. Á köntunum síðan þeir Elmar Kokic og Seiðkarlinn Ásgeir Martins. Og upp á topp El Toro nautið Arnór Gauti Ragnarsson númer 11. Og bekkurinn, hann sterkt skipaður hjá Aftureldingu. Arnar Daði, markmaður í fyrsta skipti í hóp í sumar eftir komið sína frá Bandaríkjunum Ólafur Beck Bjarkason, Andri Freyr Jónasson, Club Legend nr. 9 á bekknum, hann kom inn í síðasta leik. Kongurinn. Jökull Jörvar, alltaf vel girtur, einnig hann Sævar Atli Hugarsson, Wonderkid, Hrafn Guðmunds, talandi Wonderkids, hann hann líka á bekknum og Hvíta Legend, Patrikur Orri líka á bekknum. Það ég. Patrikur Orri, það svona þinn maður í þessu? Það minn maður í þessu. Hann auðvitað spilaði fyrir Hvíta árabil hérna og gerði gott mót. Hérna Óli Örn Bjerum, við sjáum hann, danska dýnamitið, Arnór Gauti. Gerir vel. Óli Bjerum fær hann aftur. Hvað gerir Daninn hérna inn á teginn? Það eitthvað? Nei. Boltanum sparka frá í horn. Rauði byrja vel hérna Afturelding. Óli Bjerum kom fyrir þetta tímabil. Okkur líst vel á hann. Heldur betur. Hérna í Mosfellsbænum. Gæði. Já. Hann með hrikalega góða fyrstu snertingu, lágan þyngdarpunkt og fer boltan vel uppi. Stemmingsmaður líka. Já. Búinn að skora 1 mark á þessu tímabili, Ólafur. Ásgeir Martins, það skiptir ekki máli hvorum megin hann tekur, hann skiptir bara fót, hérna tekur hann með vinstri, takk eftir því, boltinn á teginn og boltan sparkað frá. Stórhætta. Skoruðu 2 mörk eftir hornspyrnu í síðasta leik, Kjartan. Skemmtileg staðreynd. Þannig að búistu ekki bara við því að þeir reyna að nýta sér fyrst leikadrið í dag? Jú, klárlega. Rasmus hérna gerir vel, skilur hann tilbaka. Ég búinn að vera mjög hrifinn af Gunnari Bergmann á þessari leikti í hafsendunum. Hann hefur farið fram síðan á síðustu leiktið. Algjörlega. Og það kannski gott fyrir hann að fá mann eins og Rasmus sér við hlið sem að bara Rasmus, ég búinn að heyra það
frá leikmönnum Aftureldingar að hann bara er með það hlutverk að stýra línunni. Þannig að Gunnar, hann mætti segja að hann valdeflist við það. Heldur betur, reynslubolta Rasmus. Hér kemur Afturelding. Fínt óvelapp hérna. Aron Eli. Já, vel spilað. Vel gert. Og skotið þarna vel varið. Stór Og hætta. boltinn fellur út en skotið rétt yfir þarna. Góð byrjun hjá heimamenn. Já, var þetta ekki Bjarni Páll Linnet sýndist mér. Sýndist það. Númer 4. Hann fær það hlutverk að leysa Ásgeir Frank hlutverkið Heldur betur. í dag. Og hérna kom hann Njarðvík. Þorsteinn Örn með eitt langan fram. Rasmus með þetta í teskið. Já, gerir vel Þorsteinn Örn, hann spilaði fyrir KR og KVF á árum áður og Arnar Hals er búinn að sækja hann í Njarðvík. Hvernig ætli nálgunin verið hjá Njarðvík í dag, Kjartan? Ég held að verði leikið tilbaka og beita skyndisóknum. Já. Gamla góða. Það er þeirra helsta ógn. Já, ég myndi giska á það. Bíddu nú Rasmus við, með bras á skrítið skalla Rasmus. hérna tilbaka á skotið og hann hrekkur af leikmanni Aftureldingar hérna. Þetta var fínt færi fyrir Njarðvík. Þetta var smá brasan á Rasmus. En sluppum með þetta. En þetta er það sem að Njarðvík þarf að vinna seinniboltann og komast í góða stöður. Algjörlega. Björn Bjarnason búinn að vera frábær í byrjun móts. Hann skúraði í síðasta leik með skalla og kom með 1 mark á þessu tímabili sem var einmitt í síðasta leik. Mikill stemningsmaður. Já, hrikalega góður. Það var Aron Eli kominn aðeins inn á miðju. Skemmtilegt að sjá það, já, einmitt. Magnús Már greinilega eitthvað að líta í taktísku bókina og með skemmtlar útfærstur hérna. Svona Alexander Arnold útspil. Já. Guardiola er búinn að gera þetta frægt en búinn að svona víkja frá því kannski á þessu tímabili. Það var að Georg á Danan. Það var að Georg. Róar þetta niður. Þetta er sem að Afturelding mun kannski koma með að gera í dag, að halda í boltan og þreyta Njarðvíkinga og bíða eftir réttu tímapunktunum til þess að særa á. Algjörlega. Algjörlega. Missefnaði bolti hérna og Þorsteinn Örn tekur innkastið. Alex Bergmann er hérna með honum við hlið hans og svo er Mark Ásland að sjá að stýra línunni hinum megin. Hinum megin við hann. Árátta hérna Afturelding höfðu betur. Já, mér sýnist reyndar að Alex Bergmann sé í hægri bakverð í dag. Vanalega hefur hann verið að spila hafsett og hérna er boltinn og Arnór Gauta, hann getur komið og fyrir gerið það en Njarðvíkingar þeir eru Vandana vaksnir. Já, algjörlega. Þetta var stór hætta. Já. Það er alltaf hættulegt þegar menn komast upp við endalínu og geta tekið hann fyrir svona með lágum boltum. Algjörlega. Og þá er það önnur hornspyrna heimamanna. Núna ætlar Ásgeir að taka með hægri, við sjáum það. Skemmtileg. Þetta er samt í Cazorla-leiðin, það er heimabökuð útfærsla sem að gengur ekki nógu vel. Ekki gott. Við höfum séð þetta í gegnum árin hjá Magnúsi Má, hann elskar að búa til heimasömu horn. Já, einmitt. Og við höfum séð það enda með marki. Jú. Oft á tíðum. Það var það Ólafur Björrum, danska dýnamitið. Ásgeir er búinn að draga sig hérna inn á miðju aftarlega hægra megin. Róa þetta niður. Það er Georg. Kemur hann hérna. Gauti, skemmtilegt spil en erfið sending hérna frá Arnór Gauta. Boltinn út til vinstri á Aron Eli sem kemur hún fyrir strax. Georg Bjarnason skallar tilbaka á Elmar með skotið. Boltinn hrekkur út til Oliver, aftur skot og Ásgeir þriðja skipti og hvað gerist það? Er hann á línunni? Fílík varsla. Þetta var stórskotarhríð frá Aftureldingamönnum. Ég sá þennan inni, ég veit ekki það. Fór hérna af einu varnarmanni sýndist mér og
hann gerir bara drullu vel að verja þetta Blakala í markinu. Virkilega vel Hann varið. var auðvitað í banni í síðasta leik eftir eitthvað mesta skrýpa leik sem ég séð þarna á móti Vestra þegar hann ákvað að grípa boltan nánast á miðju og fá rautt spjald. Það eins og það Já, en hann vaknaður allavega og komið til leiks. Já. Hann má verið með hundum þarna allavega. Algjörlega. Helmar kastur hann bara heim á Blakala. Gauti kemur í pressuna. Þá grípur Blakala bara. Sjáu hvað þeir eru ofalega Njarðvíkinga að fara með 2 upp á topp hérna. Já, þetta er skemmtilegt. Já, þeir eru báðir hérna, Rafael Viktor og Umar Djúk eru eiginlega bara 2 frammi, við sjáum það ekki oft í dag. Kjartan, 2 sentra kerfi. Það er bara skemmtilegt. Já. Sjáum að Njarðvíkingar eru eiginlega að verjast í 4-4-2 blokkinni. Og skrítið sending hérna og geta Njarðvíkingar nýtt sér þetta. Og tekur skotið og hann verið þetta vel hann. Jef í markinu. Mér sýndist að hafa verið Oliver Torres með skotið þarna fyrir Njarðvík. Hann er með myndalega snúð þarna númer 14. 2 með snúðinn á vellinum, við höfum ekki séð það síðan 2016. Fögnuð því. Þá er það hornspyrna fyrir gestina. Kjartan, hvað geta þið gert hérna? Þeir eru hættilegir í fyrstu leikatriðum. Gauti skallar í burtu, gerir vel. Við elskum að sjá þetta sóknum hann skall í burtu í varnarhorni. Elskum þetta, það er bara þannig. Arnór Gauti som unit. Já, þetta er alveg íþróttamæður. Já, þetta er alveg skrokkur. Þetta er svona típa sem að geti plumma sig í hvaða íþróttu sem er. Já. Þá er það innkastið frá Arnari Helga. Stór hætta. Stór hætta og hvað gerist þegar þeir eru komnir yfir? Þeir eru komnir yfir Njarðvík. Æ. Ekki gott fyrir heimamenn. Það er Rafael Viktor sem hann har skorað sitt 3. mark á tímabilinu og þetta var hættan fyrir leikjartan. Já, í miður þá er þetta hættan þegar Njarðvík fá fyrstu leikatrið. Það var alltaf góða líkur á því að endi með marki. Þeir nýta sér hann að innkast á hliðalínunni og kasta langt og nýta sér bara kæruleysi heimamanna. Já. Nú þarf Rauður að rífa sig í gang. Það er ekkert öðruvísi. Já, það eru 1-0 fyrir gestunum eftir 10 mínútna leik. Og þetta er kannski ekki það sem að fólk spáði fyrirfram. Nei. Njarðvík sitja auðvitað í 9. sæti og Afturelding í öðru. Algjörlega. En þetta er það sem að Njarðvík leggur upp með. Það er að nýta sína sóknir og sækja það. Ég segi það. Og svona er boltinn maður, það getur allt gerst. Það er fegurðin við íþróttina. Hann er að byrja vel, hann Rafael Viktor fyrir Njarðvíkingan, leikmann nr. 11. Já. Þetta er 3. markið hans á þessu tímabili. Rasmus skallar frá í baráttunni við títtnefndan Rafael Viktor. Og heimamenn eru bara steinsofandi hérna, verð ég að segja. Væru kærir. Georg. Helmar og Georg aftur. Og nú pressa Njarðvíkinga bara. Já, góð pressa. Þeir vinna pressuna hérna. Já. Þeir eru ofan á eins og staðan er núna. Já, Þorsteinn. Þá er það Kenneth. Kenneth Hogg auðvitað fyrir með leikmaður Tindastóls, Kjartan. Mikið rétt. Og Tindastól auðvitað Íslandsmeistarar í körfubolta. Jú. Gunnar Bergmann hanna labbar á boltanum. Já, Bjarni Páll og Rasmus þarf að hreinsa honum með hægri hanna. Ekki uppáhaldsfóturinn hans. Það gerir ágætlega hanna. Unnið hanna. Já, Aftureldingu. Það var Elmar Kokic. Elmar inn á völlinn og gefur hann á Bjart Bjarma í baráttunni hérna. Bjartur dæmir og hvað dæmir dómarinn? Hann dæmir hornspyrnu. Jæja. Ég veit ekki hvað mér finnst um þetta. Já, ég held að þetta væri víti sko en.
Þetta var vafaðatriði. Já. Það er eins og það er. Þetta var áhugavert þarna, þessi sókn. Bjartur Bjarmi var kominn inn á teiginn í návíi og dettur við. Hornspyrnan dæmd. Ásgeir Marteins, hann ætlar að taka með vinstri. Já. Sjáum hvað kemur úr þessu. Ásgeir inn á teiginn. Markmaðurinn kemur ekki út. Skalla frá. Og dæmi núna og Njarðvíkingar ekki sáttir. Nei, það er klaufulegt brot. Ómar Díok, hann var mannasvektastur, hann er ennþá að tuða. Það er ekki sáttur. Nei. Ég svo sem skil hann alveg, þetta voru ekki mikla sakir. Það var soft, Já. sem maður segir. En var þetta gamli frasinn, dómarinn var að bæta upp fyrra brotið. Já, það er svolítið hannig. Gamla klísjan. Gamla klísjan. Og Ásgeir Marteins, hann virðist taka öll föstu leikadrið hérna nema víti. Það náttúrulega vaða. Já, mér Ekki? Mér sýnist það allavega. Sýnist það á öllu. Bróður hans, Kristján Atli Martins, auðvitað fyrir leikmaður afturhaldingu, hérna kemur skotið og verið slána! Þvílíkt skot. En Tilraun frá Seiðkallinn. Því miður fyrir heimamenn hafa fór þessi ekki inn. Gott skot. Þetta var hörku skot. Já, hörku tilraun og Blakala hafði engan áhuga að fara í þennan. Akkurat. Við lunnið hann hjá Aron Nili. Já. Það er áhugavert að Sigurjón kemur inn í hafsend og Alex Bergmann er færður út hægra megin hjá Njarðvík í hægri bakvörðinn þegar að hann Gísli Martin dettur út úr liðinu. Einmitt. Gísli Martin, auðvitað fyrirhugaður leikmaður Aftureldingar. Mikið rétt. Frábæri klefa. Góður klefa. Það er númer 1, 2 og 3. Arnór Gauti heldur hann vel uppi þarna. Lætur varnarmenn ekkert komast í hann. Georg hérna fyrir Elmar. Elmar er að komast mikið í boltan. Frábærlega spila. Já, Bjartur Bjarmi. Fyrirgjöfin og aftur og hvað? Það er sjálfsmark. Það er sjálfsmark! Það er orðið 1-1. Klaufalegt hjá Njarðvíkingum. Glæsilegt. 1-1. Hvað gerist þarna hjá Njarðvík, Kjartan? Bara kæruleysi, sýndist mér. Boltinn fyrir og markmaður og varnarmaður tala ekki saman eitthvað. Já, mér sýndist það. Það var eitthvað svona Hann fer að fyrsta varnarmanni og Blakala að farin í gólfið og boltinn fer fram hjá honum og Aftureldingar eru búin að jafna á innan við 5 mínútum. Við erum með leik, það er bara þannig. Hversu gott svaraði þetta frá heimamönnum? Það er bara alvöru svar, svona á að gera þetta, skora strax. Og ég verð að hrósa Bjarti Bjarma í byrjunleiks, hann er búinn að vera frábær. Hann á hérna sprettinn það sem að vafaðatrið er og hefði mögulega getað fengið víti og svo á hann þennan sprett að auki og fer ekki hana fyrir. Akkurat. Og hérna er leikmaður númer 9 fyrir Njarðvík, Ómar Díok í hörku baráttu. Hann er vakandi í þessu leik. Já, hann er á tánum. Það er óvægt að segja það. Þið færi langt yfir kast. Já, það var uppskriftin á fyrra markinu, þannig að áhorfendur, þið skulle ekki fara langt. Akkurat. Og boltinn fyrir hérna og hann dettur aftur inn í teig. Stór hætta. Skalla frá. Afturöldingar eru í brasi með þessi fyrstu leikadreif og boltinn fyrir og þeir skjóta rétt yfir, Kjartan. Stór hætta. Þeir eru hættilegir í þessu. Hvað gerist þarna? Já, bara kæruleysi á Aftureldingu og hann sluppið með þetta. Magnús Már er ósáttur á bekknum. Já, hann er ekki sáttur, eðlilega. Hundfúll með þetta. Jevgen í markinu, hann kemur frá Úkraínu og menn tala hann í hlaðvörpum hér og þar bæinn sem besta markmann landsins. Það er svoleiðis. Já, allavega lengjudeildarinnar. Já. Ég veit ekki hvort það sé hægt að kvitta upp á að hann sé betur en Fredrik Skram en hann er búinn að byrja þetta ágætlega. Algjörlega. Og hérna er hörkutækling. Njarðvík hins vegar komast í hörkufæri. Já, ekkert á þetta. Hann var Arnar Helgi Magnússon
Nei, þetta var ekki Arnar Helgi afsakið, þetta var Óskar Atli Magnússon. Þeir eru tveir Magnúsinir hann inn á vellinum. Georg hérna í baráttunni, gerir vel. Ómar Díok. Já, hann er allt í öllu Leysir hérna í vel úr Njarðvík. þessu, já, já. Skiptur honum yfir með þessa. Hann á það í opnunarborðinu. Frábærlega gert. Þá er það boltinn á tegin og Rasmus skallar frá. Njarðvík hættulegri þessa stundina. Þeir vilja bara skora strax aftur. Fín tækling hérna, vel unnið. Það var að Bjartur Bjarmi. Aron Eli skiptir huggulega hérna yfir bakur og bakvörð. Alvöru sending hérna. Elmar gefur hann í tómt. Og Óskar Atli. Þetta er end-to-end stöf. Já. Hérna fyrir stólinn, Kenneth Hogg. Jú. Og Mark Ásland. Gauti hérna. Í smá brasi. Næsti búinn að vinna hann. Alex Bergmann hann með krefjandi sendingu á Mark Ásland. Georg vinnur vel, Rangstæður. Rangstæðurinn Óskar Atli. Georg bara tilbaka, þægilegt. Kósi. Já. Hver er allir meðaldur þessi í stúkunni? Ég gíska á svona 12. Þetta er fjölskyldu skemmtun, en það er mjög vel mætt, ég verð að segja það. Það er frábær mæting og við sjáum líka nokkra græna hérna, grænir og glaðir. Já, já. Og þeir styðja sína menn. Þeir eru framsóknarmenn. Já. Það er ekki að spyrja því, en það er mjög fín mæting. Já, hörku mæting. Georg Bjarna getur komið hann fyrir, gerir það og Gauti fyrir upp í skallanum! 2-1! Sjáu hennan flying header og auðvitað tekur það Superman-fagnið. Þessi gæi, sko. Sáu hennan bolta frá Georgi? Já, þetta var alvöru mark. Ha? Frábær bolti og þvílíkur skalli. Þetta var rosalega, hann hausaði markmannana, sett hann bara yfir hausinn. Svona að gera þetta alvöru frammennimark. Já. Ræðst á hann. Vann hann fyrsta varnarmann, fór fram fyrir hafsend og sett hann skemmtilega yfir hausinn á Blakala í markinu. 2-1. Arnór Gauti, hann var búinn að segja við mig í dag, hann lofaði marki. Ja, hann lofaði Hann er búinn að marki. skila því. Stendið við það, kallinn. Hans 4. mark í sumar, hann er orðinn markaðistur Aftureldingar. Já, hvað haldið Kominn þið? yfir Aron Eli. Bara frábært. Já, og það er strax orðið 2-1. Þetta er marka súpa hér við Varmá. Góð pressa í veldinni. Já, þeir eru vaknaðir. Oliver á Gunnar, aftur á Danan. Sjáuði Danan, hann er ótrúlega sprækur þessi gæi. Gæði. Alltaf tilbúin að fá hann líka. Georg hérna, já, gerir vel. Finnur Rasmus. Kjartan, hvernig myndir þú líkur Aftureldingar að fara upp í ár eftir þessa byrjun? Þær eru góðar, það er alveg óvægt að segja það. Það er náttúrulega auðvitað þessi breyting á lengjudildinni ára, það er bara eitt lið sem á öruggt sæti. Eða fer beint upp þar að segja, ekki öruggt sæti en fer beint upp. Fer beint upp, einmitt. Já, Fjölnir eru hana mjög líklegir, það verður að segjast. En ég menna Mósesbærin er bara... Hann bíður eftir þessu? Já, bara tánum. Bíður eftir þessu. Þá er það Georg Bjarnason, átti stóðsendingu í seinna markinu. Skiptur hann yfir á Bjart Bjarma, hann á skotið hérna fyrir að varnarmann eða hvað, en Blakala á ekki miklu vandræðum með þetta, kemur sér strax í leik á Þorsteinn. Og þetta er uppskriftin, Þorsteinn, hann á bara að fara í eitt langan, brotið eitthvað, já, brotið á Rafael Viktor. Hann er segur að fá hann í lappir og fá hann í líkamann. Já, Rafael, kallinn. Mætti segja að þetta væri hinn fullkomni leikmaður fyrir lið sem að vilja beita skyndisóknum. Algjörlega. Já, Elmar með smá stæla þarna. Hann var svona leikmann, innan borðs. Georg hérna. Já, skiptur hann yfir. Við höfum séð þetta áður í dag. Algjörlega. Bakverðin að leika listir sínar. Þá leggur Arni Eli af stað. Ásgeir Marteins.
Spilaði hérna með eldingunni. Góð sending, en Daninn gerir ekki vel hérna. En það er unnið hann strax aftur. Bjarni Páll gerir mjög vel hérna. Svona á að gera þetta. Mættu strax og þá kemur Elmar, skærinn, skotið á markið en veikt varða. Georg hérna. Aron Elí. Finnur Gauta. Það gerir Gauti. Langar í skotið. Fær hann aftur. Rétt framhjá. Rétt framhjá hérna. Skemmtilegt samspil milli hans og Ólafurs. Mjög skemmtilegt. Tiki taka. En því miður fram í markinu. En þetta er það sem að heimamenn vilja, að koma þessum gæja í færi. Algjörlega. Hann er alltaf líklegur, kóngurinn. Svo fallegur á velli. Já, hann er glæsilegur. Já, Gunnar Bergmann gerir ágætlega hana og Ólafur fær hann í lappir. Ólafur dansar hann á milli þeirra tveggja. Vel gert. Og Bjarni Páll hann í smá brasi en þetta gengur upp enga síður. Mili hérna, tilbaka Rasmus. Hann stýrir sann eins og kongur í öftustu línu. Njarðvík er ekki mikið að komast í boltan þessa stundina. Það var Elmar. Kominn vel djúpt niður hana, Elmar. Léleg snerting, Þetta er hvað dómari flautar. Það var væntanlega gult spjald eða eitthvað. Sleppar hann með það. Já, er hann heppinn, Kjartan? Hann er heppinn. Hann er heppinn. Þið heyrið það áhorfendur, Kjartan er búinn að dæma þetta, hann er mjög heppinn. Hann er heppinn. Heppinn maður. Mögulega hefði þetta átt að vera gult spjald en við tökum þessu. Gott að vera heppinn í lífinu, það er bara hann. Já. Þetta er svona eitthvað sem að Njarðvík þurfa að nýta sér. Þetta er hætta. Og bara þannig. það er Óskar Atli sem að stendur yfir honum og hér kemur boltinn inn á teiginn. Þetta er fínn bolti, Aron Elí skallar í burtu og Ára Mack Ásland með vinstri í stöngin út af. Þetta var hætta. Já, En? Mack Ásland þarna hafsending kominn í vanlega stöðu. Já. Sluppum með þetta heimamenn. Það var Elmar. Skemmtileg móttaka. Það róar þetta niður. Það er að gera. Já, Afturelding eru búin að fá sér 5 mörk á tímabilinu. Fæst allra liða en búin að fá sér 1 mark hérna í dag og þeir eru auðvitað ósigraðir á tímabilinu, ekki enn búin að tapa og hafa unnið alla sína heimaleiki. Ótrúlegt. Frábær byrjun. Já, hörku byrjun. Hérna er Georg Bjarna með boltan fyrir og Gauti, hann var hálsbreytt frá því að ná að hæla hann þarna að marki. Frábær bolti. Það var eitt bolt sem við vilt fá sem framherji. Georg Bjarna, fá nokkur orð hans framistöðu í þessu leik. Bara frábær. Það er bara þannig. Ólafur leggur hann fyrir sig og skýtur hérna en í bakið á varnarmanni Njarðvíkur. Er þetta brotið eitthvað? Já. Já, segir Elías Ingi, dómari. Honum til halds og traustur Birgir Sig og Rúna Kristín. Held ég. Eftirlitsmaður Þórður Ingi Guðjóns. Kóngurinn. Dóttir Guðjóns, öllu heldur. Oft kallaður. Já. Það var auka spennu hérna. Það látið vaða. Ásgeir Martins. Já. Látið vaða. Blakala. Litlum vandræðum. Já. Ásgeir Martins, það er púki í honum í dag. Já, það er einhver púki. Hann er með 1 mark á þessu tímabili, hún langar í fleiri. Já, hann langar í fleiri. Komendur frá HK úr efstu deild. Já. HK eru í efstu deild núna og voru þegar hann var að spila. Frábærlega unnið hana. Hann er í smá vesinni hérna. Bjarni Páll. Georg hérna fær hann.
Og hvað fyrir utan á með hægri og fyrir boltinn í Elmar aftur eða hvað, nei. Hotspinna segir hann. Já. Tökum því. Fæ ég gisk hvort að Ásgeir taki með hægri eða vinstri frá þér? Hægri. Ég segi vinstri. Ok. Sjáum hvað setur. Já. Gamli góð 200 skallin undir. Já, það ekki. Og Ásgeir Martins stillir sér upp. Það er hægri fóturinn. 200k á kalli. Fílu veisla. Það er heimasaumað og Arneli aftur á Ásgeir. Gekk kannski ekki upp eins og þau vildu. Ásgeir með boltinn á teginn. Elmar tekur hann niður bara. Ekki átt séð þetta inn í teig. Arnar Gauti fyrstur á hann. Boltinn fyrir. Enginn þarna. Fýtt bolti. Já, fýtt bolti. Hann var bara enginn þarna. Já. Ásgeir biður overlappið, færði það seint og síðan meir. Boltinn á teginn með vinstri Alvöru og hver er það? sending! Þetta er skonding! Þetta er skonding! Sjáuð boltan maður. Og þetta er Seiðkarlinn. Við sögum að hann væri púki í honum og hann er búinn að setja eitt. Alvöru púki. Hann er með þessa frægu skondingu, sending sem er samt skot. Já, þetta er bara meira á þetta. Og endar hérna í netinu, stöngin, en þetta trufla Blakala að það kom ekki við hann. Algjörlega. Arnar Gauti, Gauti segja já, þeir segja það var alla þulnir, en ég veit ekki hvort það hafi einu sinni verið hann. Segja það bara. Já, það er annarkvort Gauti eða Ásgeir Martins, þeir fögnuðu allan á báðir. Já. 3-1. Þetta er markaleikurinn í Já, Mosó. þetta er markaleikur. Það er bara þannig. Fögnum því. Arnar Gauti í hörkupressu hérna, Blakala út á vinstri kantinn en allt og fast á Steina. Þorstein fyrir þá sem að þekkja hann ekki. Og Gunnar, eftir hæga byrjun Kjartan, þá þetta er þægilegt núna Já, þeir eru fyrir heimamenn. með stjórnina. Og kannski smá lélegt líka bara hjá Njarðvíkingum að vera komnir yfir og gefa 3 mörk eftir 30 mínútur. Algjörlega. Það verður að segjast að varnarleikurinn er ekki upp á marga fiska þegar þú ert búinn að fá þig 3 mörk eftir 30 mínútur. Það er svolítið hannig. Bara hárrétt hjá þér, Leifur minn. Og ég vissum að Arnar Hals Hann er ekki sáttur. Nei, hann er ekki par sáttur með það að sínir menn séu að spila svona. Akkurat. Eftir góða byrjun. Eftir góða byrjun. Og hvað dæmir dómarinn hér? Hann flautar og stoppar einfaldlega bara leikinn. Já, þetta er auðvitað leikur nr. 2 á glænýju teppi hérna í Mosó. Og nýtt vökunarkerfi og alla græjur. Fyrir leikurinn fór 3-1 á móti Vestra, sigur þar hjá heimamönnum gegn sterkulegi Vestra. Davíð Smári fór ekki fögrum orðum framistu sinnamanna, þjálfari. Hér komur Njarðvík. Díok. Gerir vel að Gunnar Bergmann, sáu þið þetta? Virkilega vel gert. Hann er brot. Brotið á Bjart Bjarma. Heimamenn róa þetta niður. Eðlilega líkur ekkert á. Já. 3-1 yfir. 15 mínútur í leikhlé. Þannig að hvað er Magnús að hugsa núna, heldurðu, Kjartan? Ég held að vilja bara heimamenn bæti við. Já. Bara gefa í. Ég held ég sé bara sammálaðir. Það er þannig spilamennska á þeim og hérna kemur einn hár fyrir Gauta til að elta og nærði ekki. Þetta var sending fyrir ofan hnéð, hann má taka það með höndum. Makk Ásland þarna með góðan leikskilning. Klókur. Hann passaði sig að taka með lærin þarna. Það var vel gert. Og Björrum, hann er með svo góða fyrsta snöndingu. Litla snertingin, sko. Og það er allt svo einfalt sem hann gerir. Þá er það Úkraínumaðurinn í markinu, Jeff. Og út á Elmar sem nær ekki að halda honum inn á. Allt í lagi bolti.
kannski smá laus en Já, við lifum með þessu. jú. Þorsteinn með innkasti. Og kastar hann hérna á okkar mann Óskar Atla Magnússon. Og þá kemur Arnar Helgi Magnússon. Hann í löngu innkastunum. Ég verð að gefa shoutout á Arnar Helga Magnússon Selfishing. Mikill vinur minn og toppmaður. Þeir eru alnafnar. Hérna kemur innkastið, Gauti skalla frá. Ákveðinn. Besti leikmaður deildarinnar, Gauti. Besti leikmaður deildarinnar, það er Rasmus Kristensen. Já, það er enda rétt. Hann er helviti öflugur. Boltinn frá hérna. Ég vil fá að kveikja hans í Gauta. Já. Rasmus bara með þannig fyrir sko. Já, Hann á skilið að fá þessa nafnbót. Já. Alveg rétt. Og aftur boltinn á teiginn, hver fyrstur í þennan? Það eru Njarðvíkingar og boltinn enda hvar, það er orðið 3-2. Markað leikur maður. Og þetta var annar ef ekki þriðji bolti hérna. Aftur það sama uppskrift í fyrsta markinu. Klaufaskapur af heimamönnum. Það er langt innkast og boltinn endar á Ómar Djúk sem að potar honum í netið. Þetta er bara hörkuleikur. Já, það er gamla klísjan, markaskora þeim mæta á fjær. Það er bara svoleiðis. Og það gerði Ómar Djúk. Og Lúrði hann að fjær. Og þessi leikur er að hann er bara að fara í eitthvað rugl hérna. Já, þetta er bara einhver markað súpa. Georg upp í skallabartu og Georg truflar aðeins Oliver hana sem að var við að taka við honum. Og Njarðvíkingar eru komnir á boltan. Arneli skalla frá, hann er ekki búinn að komast mikið í boltan, Arneli í dag. Nei, við viljum sjá hann meir í boltanum. Oliver Torres. Hann er á hægri kanti núna. Kemur þá kynna. Brotið þarna. Það verið sem svo að Riddarasveitin Hún er steindauð. já, sem var á hét. Hún er vant við látin allavega þessu tímbili sem að vera tímbili. Það er nokkuð ljóst. Já. Arneli hérna vinnur ykkasti. Rasmus. Tilbaka hérna. Þetta er ekki góð sending. Annað í fréttum í lengjudeildinni er að Þróttur, þeir eru 2-1 yfir á móti Skaganum. Hvar? Á Skaganum. Skaginn í Það veisinni. er ótrúlegt. Skagamenn í bölvuðu brasi. Já, það var ég að sagt. Elmar hérna, vil spila hérna afturlöfningu. Já, skemmtileg fóta hérna. Elmar á Gauta. Fyrir Gauti. Kemur aftur á Elmar. Elmar með skemmtilega takta. Dettur hérna, er þetta víti eða hvað? Nei, segir dómarinn. Elmar ennþá með hann. Ekki á þeim buksunum að dæma. Víti í dag. Eskei Martins hérna fyrir utan tega ætlar að taka mann á. Arneli getur komið honum fyrir, gerir það af varnarmenni og út í hotn. Já. Þórsarar búin að vinna Selfoss 2-1. Ásgeir
Martins með hægri. Boltinn á teiginn. Hvað enda þetta? Njarðvík sparka frá. Stóra hætta. Bolti hérna, þeir skalla frá Njarðvíkingar, skalla aftur frá. Ómar Djúk gerir vel hana. Já, mjög vel gert. Óskar. Kenneth Hogg. Hann vill róa þetta niður, Kenneth. Gaf handabætingar hérna. Áhugavert. Sagði mönnum að slaka hans á. Það er Oliver. Frábær bolti. Georg Bjarnason gerir þetta mjög vel. Ekkert dæmt, mjög skrítið. Já, það er sérstakt. Augljóst brot þarna. Aron Eli. Ásgeir. Hann fyrir inn á teiginn, vill skjóta, gerir það og mjög slagt skot þarna hjá Ásgeiri Martins. Ekki gott. Púkinn er ekkert farin úr honum. Nei, hann er alveg dýrvitlaus. Bróðir hans er að halda útskriftarveislu helgina. Ætlarðu að mæta? Ég sé mig fært að mæta. Og ég ætla að knúsa hann. Já, vel gert. Það er Rangstad. Já, hárrétt. Þarna. Hann vill meina ekki, sem er ótrúlegt. Hann er ekki sáttur. Nei. Alltaf verið þeir jafn hissa. Já. Það er svona það besta í þessu. Þegar menn eru alveg steinhissa fyrir Rangstad. Þetta er svona svipað eins og í körfunni þegar menn klikka á þrist og alveg bara stara á hendina. Já. Nei. Eru Gautir að sleppa í gegn? Ja, hann er Rangstaður. Ætli hann verið ekki steinhissa líka? Nei, hann er bara svekktur. Svekktur. Já, það mætti alltaf að væri mættur hérna einhver hljómsveitameðlumur í stúkuna. Það er tromma og tromma eins og engi sem morgundan. Gauti boltinn dettur fyrir hann og hvað? Hann er að klára þetta! Það er 4-2! Gauti Ragnarsson, som player. Njarðvíkingar, bara hvað eru þeir að gera? Þetta er svo svakalega klaufalegt. Já, það er alveg rétt. Þetta er svo dýrt fyrir þá. 4-2. Þetta er svo dýrt. Boltinn einhvern veginn dettur fyrir hann og hann gerir engin mistök, Arnór Gauti. Klárar þetta vel með vinstri. Og hann er komið 2 mörk. Hann er lítið að grínast. Nei, borðaði vel í hádeginu. Já. Það eru 4-2, Kjartan. Segðu mig hvað eru margar mínútur búnar. 40. Já, þetta er alveg fáránlegt. Þetta er alveg galið. Þetta er bara svo körfuboltaleikur. Já. Handbolti í það 90s, sko. Engin hröð miðja. Já, akkurat. Og Afturelding byrja þetta bara strax og Gauti hérna eldan. Sjáu hvað hann er snöggur. Litli krafturinn í mannum. Smá óefni, en hann gerir enda vel hérna. Hann Arnar Helgi. Hann má eiga það. Oliver. Minna Óskar. Hann vill fá óelappið. Steini svolítið hægur að koma með það. Alex Bergmann. Hann er sonur pappa síns. Boltinn á teiginn, en ég efi með þetta. Já. Fín sókn Njarðvík, sant? Já, fín sókn. Það er ekkert sóknarleikin hjá Njarðvík að sagast. Nei, bara alls ekki. 2 mörk í fyrra hálfleik er frábær útkoma. Já, algjörlega. 4 mörk í grillið. Það er eitthvað allt annað. Það er ekki merkilegt. Hérna eru Njarðvík aftur konur í sókn. En ég grípur inn í. Já. Örugur. Já. Úkraínumaðurinn. Hvað finnst okkur snúðinn? Bara flottur. Já. Ég er eiginlega bara sammála. Jú, Arnór Gauti í hörku baráttu þarna. Ótrúlega engin
líki eftir meiddur, en þetta eru tveir menn sem að gerður úr stáli. Já, já. Alex Bergmann og Arnór Gauti. Ásgeir Martins, hvað kemur hann með á borðinu fyrir Aftureldingu sem nýtt sæning? Mjög góð sóknarlega. Já. Góð skotmaður. Já, skotmaður góður. Skotmaður góður. Hann auðvitað tekur fyrstu leikadriðin. Já, já. Góð löpp á stráknum. Já, já. Með mikla reynslu auðvitað. Ekkert brot, segir dómarinn, já. Og þar Ómar Djúk hérna allt í öllu fyrir Njarðvíkinga. Og Blakala. Alex Bergmann biður hann, fær hann ekki. Það einn langur. Njarðvíkina fyrsta. Við erum mættir með seinni og Ómar Djúk hérna. Þetta hætta. Já, vel gert. Sá sterkur. Þorsteinn. Boltinn fyrir, skalla frá. Elmar kassar hann niður í rólegheitin. Já, vel gert. Brotið á Oliver Bierup. Þetta nú við skipting á Aftureldingu. Ásgeir Martins virðist vera að ljúka leik hérna í dag. Já, nú leiðilegt. Hann auðvitað, já, við veitum ekki hvort hann skoraði. Við höfum eftir að sjá endursýninguna, en hann allavega að minnstakosti lagaði upp. Átti þessa skondingu þarna í hvort það hafi ekki verið þriðja markinu. Og hann að koma út af og Patrik Orri, já, sem sýndist mér. leysir hann á hólmi. Þinn maður. Minn maður. Hvíta legend. Já. Arnór Gauti eldir og hefði geta verið heppinn hana. Og pressa. Hann gefur like á þessa sendingu, hann sáttur. Hann sáttur. Þorsteinn og Arnar Helgi. Gunnar Bergmann á Arnór Gauti, hann rétt stöður. Mér sýndist það, eða hvað? Það var alltaf tæft. Ja, Sigurjón var hann var að spila einhverja gildru allan og þetta stóð tæpastu væði. Það var Sigurjón á hann, afsakið ekki Arnar Helgi. Líkir á velli, en hvað það? Sigurjón. Og erfiður bolti hérna, en Kenneth Hogg kemst inn í. Já. Kenneth Hogg. Aron Eli hérna, skemmtilega gert. Fær hann aftur. 3-3. Aron Eli, Arnór Gauti. Leggur hann fyrir sig. Og ætlar að vera óeigingjarn hann á gífuna Elmar, en gekk ekki, Kjartan. Skjóttu bara, segi ég. Já. Með skotleyfi. Erfið sendingi á Georgi Bjarna hana. Elmar á Georg eða hvað, já. Georg, Arnór Gauti. Vel spilað. Já, mjög vel spilað. Bjartur Bjarmi með mikið plás. Bjartur, búinn að vera frábær í þessu leik. Bjartur. Mjög vel varist þarna hjá Sigurjóni. Ná flautar þetta bara. Já. Skrítið. Já, spes. Já, en við förum í létta pásu hérna 4-2 í hálfleik. Haldi.
Haldi nú. Já, komið í sæl aftur hérna, við erum mætti í seinni hálfleikinn. 4-2 fyrir heimamönnum eftir fjörugan seinni hálfleik. Við kíktum aðeins á Twitter. Kelly the Cat, hann var að veltaði fyrir sig hvort að Lindahl Kötz var ekki bara byrjar að bara klippa í eyrað á mönnum. Það verður svo mikið fjör á leiknum. Já. En við glemdum auðvitað að nefna á hann að Viking Blends, Lindahl Kötz og Monsi að klippa á leiknum í stúkunni og Afturhelding að bjóða upp á alls konar viðburði í sumar. Það búið að vera vínsmökkun og núna eru bestu klippar landsins að klippa. Já, og svo verður eitthvað. Það er hægt að skoða þetta allt á Instagraminni á Afturheldingu og Facebook síðu þeirra. Fylgist með. Algjörlega. Og við hvetjum alla til að tune inn á Twitter líka. Já, klárt. Vera með í umræðinni. Algjörlega. Skemmtilegasta deild landsins. Vilja summi minna. Alveg sammála því. Þetta er auðvitað deildin til að horfa á þegar besta er í frí. Akkurat. Landsleikur á morgun og að gera að stilla inn á lengjudeildina. Hérna er boltinn á teginn og Jeff grípur inn í, gerir vel. Og beint út í leik. Sjá þetta kast. Já, alveg kast hann. Boltinn áfram, Georg. Og sjáu sprettin á manninu. Georg Bjarna. Hægir aðeins á þessu núna. Óli vill fá hann færan, snýr. Vel spila, Kjartan. Já, virkilega vel spila. Arneli, boltinn á teginn, Gauti, er það fjórða? Nei. Já, við spjöllum við hinn og þennan í hálfleik og það voru allir að tala um þrennu. Já. Þannig að við getum eiginlega staðfest að þetta hafi verið Gauti en ekki Ásgeir Martins með kross. Þannig að þrenna í fyrri hálfleik, Kjartan. Það er vel þessi vikið, það verður ekki annað sagt. Hvað var gæinn að gera í hádeginu eiginlega? Það var að fá sér eitthvað gott lambakjöt, sjálfsagt. Væntanlega. Sem menn gera. Skaffist lambakjöt, sennilega. Og það er engin réttaður hérna hjá heimamönnum. Gauti hérna með pressuna. Það er bara að halda honum innan síns liðs núna. Missir hann aðeins Gunnar Bergmann. Arneli hérna fyrir liðin. Já. Ég er mjög segur á löpunum. Já, hann bara reyndar sparkar út í fyrsta núna. Og pressið á Njarðvík. Alltaf sér að koma sér inn í leikinn. Hver fannst þér svona að bera af í liði heimamann í fyrri hálfleik? Ég verð nú að segja Gauti. Já. Hann var í viðbura. 3 mörk. Það er bara... Það var kannski heimskuleg spurning. Nei, fín spurning. Patrik Orri kemur sér með fína drillur. Hérna kemur tækling væntanlega. Já, Arneli nær hann síðan. Georg hérna með boltan. Skiptur yfir. Skemmtileg sending. Elmar takt hann á bara, já, fer yfir á vinstri, dansa með hann, aftur á vinstri, skítur en Blakala grípur í markinu. Fín tilraun. Já. Ekki nóg gott skot. Elmar búinn að vera kókrustur í dag. Já, hann er búinn að vera sprækur. Skoraði þetta í síðasta leik og hann hendi í Thomas Steindós fagnið, double Rashi Focus. Já. Menn þekki þetta Rashford fagnið þar sem hann settur puttinn á hausinn en hann hendi 2 putt á hausinn. Já. Já, þetta er skemmtilega gert, brotið á honum og Njarðvíkingar ekki sáttir. Nei, ekki par sáttir. Arnór Gauti með 3 mörk í fyrri hálfleik, hann er auðvitað einhverju myndi segja byggður eins og ísskápur. Já. Það eru margir sem myndi segja það. Ég ætla ekki mótmæla því. Nei, hann er engin gúrka. Nei, engin gúrka, þetta er bara ísskápur. Já. Það er bara þannig. Það er leikplanið hjá Afturheldingu, koma honum í færi. Já. Það er mikill markaskorari. Svo er ekki slæmt að eiga
einn Andra Frey á bekknum. Ný, konginn. Já. Herra Mósa, Og eins og ég kalla. hvað mér sýnist hann vera að klæða sig í búninginn á bekknum. Sýnist á öllu að Andri Frey sé að gera sér kláran að koma inn á. En það er bara spurning hvort að Magnús tekur Arnór Gauta út af eða Elmar og Gauti fær boltinn hérna og það er finish og það eru 4 mörk, hvað er að gerast hérna? Þessi gæi maður, Það eru 4 mörk eftir 50 mínútur. 4 mörk eftir 50 mínútur. Meira háttar, líku leikmaður, Superman. Og jú, Kili úr að hlusta. Líndal Kötts af öllum mönnum. Hann var knús. Hann var knús. Hann hætti að klippa og gæði fekk knús. Þetta er ekki að horfa á. Það er bara, ég er að vona að eitthvað eira sé í lagi hérna. Þegar gæinn er komið með 4 mörk, sko. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt. Hvaða rugl er í gangi? Vel gert á Patta líka. Getum vart til orða bundist hérna. Það er orðið 5-2. Já, það er orðið 5-2 og gæinn er með 4 mörk. Þetta er alveg ótrúlegt. Það er bara ótrúlegt að... Og fer út af. Já, heiður skipting. Já. Nú vil ég bara allir standa upp og klappi, sko. Já, takk fyrir. Kóngur út af, kóngur inn á. Já. 2 kóngar. Arnór Gauti, þessi skipting var alveg klár, sko. Já. Andri var byrjar að klæða sig. Einmitt. Gauti sá það. Og hvað hendi ég? Ég seti þetta í auðbót. Já. Arnór Gauti Ragnarsson með 4 mörk í farteskinu. 4 mörk eftir 50 mínútur, heiðurskipting. Það held ég. Og ég ætla eiginlega bara að staðfesta það. Hann er orðinn markahæstur í deildinni. Já. Hann hlýtur bara að vera. Hann var með 3 mörk fyrir hennar leik. Algjörlega. Já. Aron Eili hérna. Það að finna Andra en gengur ekki. Hann tósaði í hann hann. Makk Ásland. Honum þykir vænt treyjuna hans Andra. Já, hann virðist vera. Tósaði hann vel í hana. Aron Eili hérna. Róa þetta niður. Já. Ólafur Björn, hann er búinn að vera frábær dag. Já, sammála því. Danska dínamítið. Já. Hann er með þessa ísko holningu. Lár þíndapunktur og stutta lappir. Herðu, Blakala í vesinni. Hvað gerist hérna? Kokic. Andri. Blakala grípur inn í. Þetta var bara skrítið. Alls konar vesinn annað. Og heimamenn hefðu getað hæglega nýtt sér þetta. Klaugur hann nýtið ekki. Og það er einhverja bendingar hérna á bekknum hjá heimamönnum. Hvað haldið þið? Núna liggur Arnar Helgi Magnússon hjá Njarðvík. Já, þetta þýðir það að ef Afturelding ná ekki að glútra þessar leik niður þá fara þeir á toppinn. Já. Og halda þessar 2 stiga fórustu sem var fyrir þessa umferð á Fjölni og Grindavík eru með 11 stig eftir að tapa á móti Fjölni. Þeir hefðu getað minkað og komið sér í þetta kapplaup. Já. Upp á fyrsta sætið, þeir eru svo sem ennþá í kapplaupinu en það er mikið eftir. Það er mikið eftir að þessu, alltaf mikið. En það var sterkur sigur í Fjölni. Já, gríðarlega. Og það er alltaf gaman að hlusta á hann Úlf eftir leiki, viðtölum hans. Hann er brattur, yfirleitt. Já, mjög brattur. Hún er fyrst gaman í viðtölum. Já, það fyrir ekkert að milli mála.
En það líka það sem við viljum sjá frá þjálfurum að þeir svona síni lit. Já, algjörlega. Hér Ómar Díok að fara að velli á Njarðvík. Já, hann var mjög góður í dag fyrir Njarðvík. Já, ekkert við hann að sakast. Algjörlega. Einhverju vilja meina að Úlfur sé með Summi Rödd og Kitty Casio í næturvaktinni. Já, það Ég hvet fólk til þess að bera þetta saman. Já. Kitty Casio. Miklu meistari. Já, inn á kemur leikmaður nr. 25 Kristoffer Snær Jóhannsson. Við erum með hérna fallega hvítt hár í stíl við hvíta varabúningin hjá Njarðvík. Já. Held ég. Þetta nú að fara að byrja hérna. Hvað á hverju? Hvað á hverju? Nú flautar hann. Já. Njarðvík fá annað innkast. Brotið á afturlendingu hérna. Já. Ég get alveg séð heimamenn endi í 7 mörkum. Já. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Já, ég bara eiginlega sammála þér sko. Það ekki ólíklegt. Ég meina, Andri hlýtur að koma brjálaður inn og Gauti er búinn að skora 4 mörk og hann er bara í samkeppni, skilur við. Já, það er bara þannig. Andri setur 1 eða 2. Já, rangstaður hana hlýtur að vera, já. Ég meina, þeir eru liðsfélagar og allt það, en þeir eru samt í samkeppni. Já, frammenn að vilja skora, það er bara þannig. Það hlýtur að setja blóð á tennurnar hjá Andra að sjá ískapinn setja 4 mörk. Algjörlega. Þótt hann segja alveg classic guys eftir leikinn og allt það. Hérna er Andri í eltingaleik við Sigurjón og bolti fyrir út á Njarðvíkingar eiga þetta innkast. Já, afturhalding þeir stíga hátt upp völlin núna, þeir vilja læsa þá. Já, Hoggarinn skiptir þessu yfir. Góð skipting. Kenneth Hogg. Alex Bergman. Hrikalega flottur standi satana. Andri í pressuna. Gaman að sjá Alex Bergman hann er með eitthvað þykkasta hár sem ég séð og pappans er náttúrulega pappans. Já. Þannig að gamla klísjan að hárginin kom á móðurætt, er hún að sanna sig þarna? Já, það er spurning sko, ég þori ekki að fara með það. Við þurfum eitthvað að fara yfir ættfræðina og gá hvar afan stendur móðumegin. Akkurat. Því að faðir hans er nauðaskollóttur í dag sko. Það er svoleiðis. Já, það er náttúrulega Arna Gunnlaugs. Já, ég veit það. Það er svoleiðis. Hérna er títnefndur Alex Bergman. Aron Nili hérna. Patrik Orri. Hann er brotið á honum eða hvað? Já, hann dæmir, þetta er ódýrt. Já. Alex var ekki sáttur og ég var ekki sáttur heldur. Aron Nili hérna. Það er 3-3 upp á Akranesi, Skaginn er búinn að jafna. Já. Hörkuleikur þar, markaleikur líka. Andri hérna gerir vel og hvað? Kemur hann með á teiginn. Þetta er bara kúluspil hérna og skotið og það er orðið 6-2. Hældi nú. Danska dínamítir. Oliver Bjerrud. Gerir þetta virkilega vel. Leggur hana bara svona skemmtilega í markið. Já, boltinn hrekkur skemmtilega til hans þarna. Og Oliver Bjerrud, hann gerði þetta á sinn máta, bara þægilegt innanfótar út í hornið. Já. Kósi.
Danski Ískó. Já. Það eru 6-2. Litli leikurinn maður. Já. 6 mörk hjá heimamönnum fyrir 60. mínútu. Það er hvað, Kjartan? Það er þokkalegt. Andri gerði þarna vel í pressunni. Andri gerði líka bara vel í markinu. Já, algjörlega. Hann kom boltanum fyrir og var þarna í klapsi við Alex Bergman og upp úr því kom kúluspilið. Akkurat. Ég verð að gefa Andra mad respect fyrir það. Já, smá respekt á hann. Georg hérna að gera vel. Afturhalding tapar boltanum. Koma Njarðvík. Og innkasti hérna. Já, hvað ætli Njarðvíkingar sig að hugsa núna, Kjartan? Bara mikið ofboðslegri við liðið í varnarleik. Já. Það er sennilega það sem þeir eru að hugsa. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki boðlegt að fá þessi 6 mörk eftir 60 mínútur, sko. Ekki gott, sko. Klukkutíma leik og já. Arnar Hals, hann er trilltur. Já, ég veist ekki það. Innkast. Rasmussen gerir vel. Já. Jeff grípur inn í og hann kasta fljótt ætli að halda, nei, hægir á þessu. Hendur niður og það er kúla fram á Andra í baráttunni við Sigurjón. Sigurjón hefur betur en boltinn dettur á Bjart Bjarma. Hann fær hann aftur, Bjartur, snýr. Já, gerir þetta vel. Georg fyrir. Góð bolti og frábær varsla hjá Blakala. Litla varslan maður. Ha! Þetta var svaðalegt. Sá varðan hann að Já. þetta var af engu færi. Já, hann var meter frá hann. Hann verður að skora hana, Patti minn, sko. Já. Blakala gerir hrikalega vel. Já. Hann sýnir af hverju hann á ekkert að vera í banni. Algjörlega. Skalla frá Njarðvík og Árni Elí með tæklinguna. Rasmus hérna róar þetta niður, allar leið tilbaka. Ég bara dribblar þessu út og eitt langan á Andra. Sem gerir vel. Það var að Patti. Sker inn. Ætlar að leggja hana skemmtilega í hægra hornið en gengur ekki. Hann er samt að skapa hættu. Já. Kjartan, markatalan, hún gæti skipt sköpum. Já, á endanum. Það er rétt. Það er ekki amalegt að bæta yfir hana með svona mörgum mörgum. Já, þetta gæti svona verið einn af þeim leikjum sem að menn líta tilbaka og hugsa já, þetta var mikilvægt að setja 6, 7. Já. Það er alveg rétt. Þegar Fjölnir eru bara á hælunum og það er mikið eftir á mótinu. Mikið eftir á mótinu. Hver leikur skiptir máli? Skiptir allt máli. Svo við tölum nú bara í frösum. Já. Hér kemur Eldinginn. Á Andri hleypur yfir hann hlýtur að hafa fengið eitthvað í eyrað þarna. Já, fínt spil en þessi kolrangstæður. Óskar Atli. Hann var ekki hissa þarna. Nei. Vissi upp á sig söguna.
Rasmus. Georg hérna. Gerir vel. Fín pressaði Njarðvík og eru uppskera. Vinna boltan. Þetta vel spilað hjá þeim. Já, hérna Alex Bergman, kemur með krossinn, þetta ágætis bolti en Gunnar Bergman dílar við þetta. Andri Freyr, hvað mun hann þurfa að gera til þess að komast í byrjunlið? Er kannski Ásgeir Martens að fara út af meiddur á velli? Er þetta svona hans sjans til þess að komast inn í liðið? Já, Er það frekar í staðinn fyrir Ásgeir heldur en Arnór Gauta? Frekar fyrir Ásgeir heldur en Gauta, sko. Gauti nú ansið öflugur. Hérna Andri. Já, Gerir vel, finnur samherja. Elmar Já, er að skora! 7-2! Leggur hann bara svona snirtilega hana. Andri Freyr býður og finnur síðan Elmar Kokic og hann fer yfir á sinn uppáhalds og vinstri fót og setur hann upp í samskeytin. Það held ég. Markasúpa, takk fyrir. Hann er búinn að vera að leita þessu í allan dag, Kjartan. Já, gerir þetta vel. Hann er búinn að ógna. Strákurinn. Já. Mjög vel gert og þessi 7 mörk eru komin sem við báðum ég veit ekki hvað er metið í lengjudeildinni mörk skorið í einu leik. En why the fuck not? Það er nógu eftir það. Já. Heimamenn, þeir ætla sér að ná því meti. Já. Það er bara þannig. Njarðvík gerir skiptingu út af fyrir leikmann númer 8, Kenneth Hogg. Kenneth Hogg að fara út af hjá Njarðvík. Kemur Njarðvík hérna. Fær í langan, hann er rangur hérna. Gunnar Bergman er búinn að vera ágætur í dag. Já. Mjög fínt bara. Fyrir utan þessi kannski klaufalegu 2 mörk sem við fáum á okkur úr föstu leikadrum, en við sáum svo sem ekki hvernig maður að sakast í því. Nei, einmitt. Einhverju vilja meina að Elmar Kokic sé líkur Mares. Ég er að heyra það á netinu, en ég hef oft líkt honum við íslenska Bernardo Silva. Hér er Njarðvík hins vegar í hörku færi. Já, vel varið hérna. Ég gerir þetta vel, Njarðvík í færi, þeir reyna að klóra í bakkan hérna. En vel gert að kokka. Það er orðið margfrægt að bera íslenska leikmann saman við erlenda. Jú. Skaginn eru komin yfir 4-3 og Njarðvík eru í færi og Rasmus gerir þetta bara mjög vel, rangstaða. Rangstaða, já. Það er eitt langur hérna. Andri eldir, já, gerir vel. Fær hann í öxlina, hann segir hendi dómarinn. Hendi. Andri Freyr, nýkominn heim frá San Francisco, lærði þar fjármálaverkfræði? Já, nei, hann var í einhverju entrepreneur, hann var að læra að vera frumkvöðl. Hann var einhver frumkvöðla verkfræði. Það var eitthvað svoleiðis, já. Útskrifast þar með hæstu einkunn. Jú. Og kemur heim eftir að hafa verið skólaður af Kananum í San Francisco. Mikill námsmaður. Já. Og leggur sig allan fram þar eins og á vellinum. Já. Broti hérna á Oliver Bjerum, Dananum, sem er búinn að vera Kjartan frábær í dag. Já, gæða leikmaður. Andri kannski smá
óheppinn að koma seint inn í þetta. Hann auðvitað kemur heim frá Bandaríkjunum þegar liðið er búið að fara í æfingaferð og allir sápakki og hérna. Einmitt. Og Gauti er bara sjóðandi heitur. Gauti er sjóðandi heitur og það er bara erfitt að komast í liði. En þetta er góður hausverkur fyrir Magga. Já, algjörlega. Og kannski þetta er bara spilast upp í hendurnar á þjálfaranum að Gauti byrja vel og svo áttu þetta dýr inni sem hann er pirraður. Já. Hann vill markameti á klúbnum. Hann er hungraður. Þannig að... Já, þetta er bara lúxusvandamál. Já. Elmar að fara út af. Og Jökull Jörvar var að koma inn á. Og Hrafn Guðmunds einnig að koma inn á. Ólafur Beck er líka að koma inn á. Hans fyrsti leikur í sumar. Og Stúkan tekur við sér. Gott hárband þarna. Já, þá mætti segja að hann væri fan favorite, Ólafur Beck. Já. Það er alveg hægt að segja það. Algjörlega. Og Rasmus fór út af og Elmar fór út af og hann Bjarni fór út af fyrir Jökull. Held ég. Áhugavert að sjá að Jökull er ekki girtur í dag. Já. Hann hefur verið að vinna með það síðustu 2 ár allavega. Einmitt. Mikill stemmingsmaður Jökull. Mikill stemmingsmaður. Mikill meistari myndi ég að segja. Já, algjörlega. Þetta er bara topp maður. Já. Og hérna er hann að vinna sína fyrstu tæklingu og önnur tækling og þetta gæti verið guldspjald. Nei, dómarinn er bara... Hann er í góðu skapi. Já, hann bara nennir ekki að vera að spila. Patrik Orri, hann vildi fara inn af gamla. Það er bara þannig. Og Blakala fær hann heim og fyrir eitt langan. Árni Elí skalla frá. Já, gerir vel. Ekki þetta. Jökull. Kemur Mólu er Björrum. Hann á Andrea andra í kapplöpi. Nei. Það hefði viljað sjá Andra sleppa einn í gegn en rangstæði hérna Njarðvík. Ólu er hérna róa þetta niður. Georg. 1-2 skemmtilegt. Fyrri leikirnir í dag voru þetta Þór Selfoss þar sem að hérna er Hrafn Guðmunds reyndar í hörku stöðu og djöfull er hann snöggur. Já. Móselska undrið. En já, fyrri leikirnir eins og ég sagði í dag voru Þór Selfoss þar sem að Þórsarar unnu á heimavelli en Selfyssingar geta svo sem hugga sig við það bara þeir eru að sigla ligna sjó og já, þeir eru bara í baráttunni. Þeir eru hérna við hlið Gróttu og Skagan sem að eru bara talin vera topplið í þessari deild. Þannig að mínir menn á Selfossi, þeir eru bara kampakáti með stöðu sinni í deildinni og í rauninni þeir nostruðu við Arnór Gauta á sínu tíma og hann setti 4 í dag, þannig að þeir eiga mikið hrós skilið, Selfyssingar. Algjörlega. Þetta er hörku lið allt meira minna. Já, deildin er mjög jöfn og Selfoss er hérna með 10 stig og Þróttur er á eftir þeim hérna með 7. Þeir þeir eru auðvitað etja kapið við Skagan núna og þeir eru að tapa en svona er þetta. Hörku deild, gaman að þessu. Já. Litt langur hérna og hvað? Já. Vel gert þarna hjá Gunnari. Njarðvík, fínni
í stöðu eða Það hvað? reynir að taka niður hérna, gekk ekki. Aron Eli, aggressífur. Sigurðan hérna undir fyrir sig, taka þetta innkast. Já, Þetta var skrítnasta Já. innkastið ég séð. það var athyglisvert. Ég hef aldrei séð menn slæsa á innkasti. Ég er tiltölulega nýbyrjar á golfi og er svolítið að slæsa hann. Já, Ég hef aldrei séð menn slæsa hann á innkasti. einmitt. Það var áhugavert. En þetta er there's a first time for everything, Jú, segja þér. jú. Ég er að segja það. Þetta var fáránlegt, sko. Þetta var alveg mjög sérstakt. Og Oliver og ég verið eitthvað hérna að hvísla sín á milli. Vinna tíma. Já, en það er náttúrulega skipting. Og leikurinn fer áfram á stað. Georg hefur verið stöku sinnum verið að koma inn á miðjun í þessu leik, hefur Já. tekið eftir, sem er mjög skemmtileg pæling. Það er skemmtileg pæling. Og Maggi auðvitað liggur yfir fræðunum, eins og ég segja. Já. Og Georg er bara búinn að byrja þetta tímabil fanta vel. Mjög traustur leikmaður. Broti hérna á Hrafni Guðmunds. Hann liggur aðeins. Hrafni auðvitað gríðarlega efnilegu spilaði mjög mikið í fyrra, þá 16 ára. Og ekki að fá jafn mikið spilatíma í ár, sem er kannski bara alveg eðlilegt með mannskapinn, Já, algjörlega. sem er hann í framlínunni. Akkurat. En hans tími mun koma eins og Skáldi sagði. Já. Það var Aron Eli. Með Jökul. Patti hérna. Já. Njarðvík eiga þetta innkast. Skaginn að komast í 5-3. Já. Þeir eru að loka þessu leik. Þetta er svona óvanalegt. Hér er Með Njarðvík í hörkufæri. Það er skotið yfir. Það er kannski óvanalegt fyrir Skagann að það er bara þessi leikur. Þeir hafa ekki verið að skora mikið og ekki verið að fá sér mörg mörk í sumar, en skora hérna 5 mörk og eru búin að fá sér 3. Og það er spurning hvort að þeir séu að taka við sér. Það er spurning. Fyrir tímabil þá voru allir að tala um að Skaginn færi bara át og upp. Já, já. Akkurat. Þeir eru mikið inni. Ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. Já, og einhverjir voru farin að kalla eftir Höðvin og Jón Þóri fyrir nokkrum vikum. Já, já. Þetta er ótrúlegt. Þetta er fljótt að breytast í Fljótt þessu. að breytast í þessu. 2 leikir á móti Ægi og Þrótti. Þeir gera mikið fyrir þig þessa dagana. Það er svolítið hannig. Hér er Georg. Ekki góð sending hana. Njarðvík, já, gera þetta vel. Oliver í baráttunni. Já, vinnur vel hana og Patti. Kemur hann hérna í spil. Virkilega vel gert. Koma afturhending. Hrafn hérna bara á eyðieyju með varnarmanni Njarðvík. Og Hrafn farin aftur utan á hlaup. Já, já. Gerir vel. Boltinn á teiginn og hvað enda þetta frá marki. Já, frábær snúningur þarna hjá Pata. Það var enginn í honum, hann hendur bara í Ronaldo chop þarna. Kóngurinn sko. Þetta er hrikalega gott spil hérna á heimamönnum. Þetta er eins og reitabolti hérna þessa stundina. Patrekur Orri, Georg, Jökull Jörvar. Það eru hælar hérna hægri vinstri. Aron Eli. Er þetta besti vinstri bakvörður deildarinnar? Spurningamerki. Á nokkuð svo afa. Hrafn
Það er bara galið, hann sé ekki að spila í efstu deild, Já, þessi bakvörður. hann á að skili kallinn sko. Ólafur hérna, hann gerir vel. Bara hann aftur undir pressu en róar þetta niður. Jef á Ólafur Beck. Svona ökukennara. Já, Já, Ólafur sjáu hvað hann gerir þetta vel. Virkilega vel gert og Andri kemur hann sloppinn á inn í Andra gegn. og hann er allt opið hérna á Bjart Bjarma. hvað gerir Andri? Já, nei, ha? Sá verið þetta vel en Já, þetta er framhjá hvað er að gerast hérna? hjá Patrik Orra. Þetta átti nú að vera mark. Ég verð bara að hrósa Ólafur Björrum fyrir þessa sókn. Hann snýr af sér þarna einn og var einhvern veginn í ómögulegri stöðu en það er einhvern veginn að ná til boltans aftur og senda Andra Frey hérna einn í gegn inn. Blakala varði vel hana. Já, sá var þið vel. Já, Við verðum að gefa honum hrós líka. já. Hann er búinn að verja núna tvisvar algjör dauðafæri. Það er ekkert við hann að sagast. Það sé alveg nokkuð ljóst. Nei, samt skrítið að segja það í 7-2. Reyndar. Hann hefur varið vel. Já, hann hefur varið tvisvar mjög vel sko. Hér er Njarðvík. Ég vil væntanlega að laga stöðuna. Patti. Tapar boltanum og Díok gerir vel hérna. Já. Aftur í honum. Hrafn Guðmunds, hann hefur komið sprækurinn. Andri Freyr Andri kominn inn í hérna. gegn en missir hann. Afturinn hérna. Spila á milli sín. Ekki nógu góð sending hann hjá Hrafn en við komast inn í þetta. Tapar hann hins vegar. Þá kemur Njarðvík. En Ólafur gerir vel eða hvað, jæja. Njarðvík geysast hérna upp. Alex Bergmann með boltan á fjær, góð bolti og Njarðvík í vænlegri stöðu, önnur inn í sending og sjáu þið þessa vöslu hjá ég. Hvað er í gang? Og hann fær lóaklapp frá stuðningsmönnum en mjög vel spila á Njarðvík, boltinn fyrir og aftur fyrir. Trillt markvast. Já, bara í kjölfarið fylgir þessi frábæra markvarsla frá Jef. Það er bara hannig. Þá er það hotspinna hjá Njarðvík. Innsvinger. Og skalla frá afturlendingu. Ég verð ekki í markinu. Og önnur hotspinna. Og þá er það Óskar Atli sem tekur þessa. Annar innsvingar býst ég við. Þeir aðþrengja markmanninn, það er taktíkinn, það var líka þannig í innkostum. Einmitt. Og ég verð í litlum vandræðum með þetta. Búinn að vera mjög fínn í dag. Algjörlega. Ef við förum yfir næstu leiki á liðunum þá er Njarðvík að taka á móti Þóra Akureyri á laugardaginn. Kemur. Ekki á morgun sem sagt, heldur 24. Mikið útskriftum þann daginn veit ég og það er auðvitað midsommar 24. Það er hásumar þá, sólin er hæst upp á lofti og afturlending fer í heimsókn til Leiknis í Reykjavík í Breiðholtið. Leiknir auðvitað í þokkalegu brasi, þeir sitja í fallsæti. Lið sem að fjalli fyrra úr bestu deildinni eru í fallsæti núna og þetta er áhugaverður leikur fyrir heimamenn þar sem að þeir fara í Breiðholtið og er á toppnum. Hvað eru þeir að hugsa farandi inn í þann leik, Kjartan? Við ætlum að taka þetta, það er bara þannig. Já, bara sjálfstraust þeir í botni og... En er þetta ekki svona leikur sem að Leiknismenn brjálaðir með fástig? Jú, svo sem. Svo er það. Já, erfitt að mæta þeim á þessum tíma? Erfitt að mæta þeim, já, á þessum tíma. En
Hér komið Njarðvík. Jökull hann gerir vel, vinnur boltan. Sendingin hérna á Andra, hvað gerir Andri? Já. Tæft var það. Alex Bergmann. Hann rennur hérna. Og þeir komast inn í þetta, Patrik Orri gerir vel og Andri hann fær að snúa boltinn inn á Engan. Nei, hann ætlaði að finna Bjart hana en þeir komast inn í þetta. Og hérna er Kristófur Snær Jóhansson, hann er með þessa, hann er kaffi brúnn á gögu vaktin eins og PPT myndi segja. Sá er brúnn með hvítt hár. Og Gunnar Bergmann. Jökull hérna. Arneli. Fyrirliðin sjálfur. Patrik Orri missar hann einhver megin. Klaufi. Eitt langur. Hann er rángstæður hérna. Díok. Já. Hárrétt hjá Rúnu á línunni. Held ég. Hún er einhver megin búin að standa sig mjög vel. Já. Ára kokki. Finnur hann að Jökull eða hvað? Já, brotið á Jökli en fær að fljóta. hagnaður, mjög vel gert og frábær sending á Hrafn. Þetta er fín staða. Hvað gerir Hrafn? Og þetta er ekki nógu Sending vel út gert þarna. bara á Alex. Þá er það Njarðvík í vænlegri stuðu. Kross fyrir en Jökull með fína tæklingu. Flott innkoma hjá kallinum. Hot fyrir gestina. Þeir geta minkað munin hérna. Já. Komið sér 7-3. Það er bara 7-2. Hvað rugl er það? Boltinn inn á teiginn og smá vandrar þarna Ég sem að kýlar þetta samt sem aður í burtu. Og Bjartur Bjarmi sá búinn að hlaupa í þessu leik, er það að grínast eða? Og Aron Eli kemur hérna á sprettinum hægra með hann, gefið hann á hann. Andri fær hann, skoraði drengur. Inn á teiginn og með skotið Blakala, blakar hann í burtu, yfir í innkast. Það hefði viljað sjá eitt mark, sko. Það kemur næst. Afturölding hérna með innkasti. Róa þetta niður. Það erum við að gera. Jökull hérna. Jökull uppalinn í Fossvoginum. Hann er mikill víkingur en auðvitað meiri eldingamaður. Mikill stemmingsmaður. Já, mikill stemmingsmaður auðvitað og fjallmyndalur í Þokkabók. Já, glæsilegur. Það var hann Njarðvíkingar, þetta er einhvern veginn bara degi út þessa stundina. Ég held að bæði lið séu bara sátt að koma sér upp í klefa og bara kalla þetta dag, sko. Fara í styrtu á sér að borða. Já. Heima með fá sér eitt kaldan og gestirnir fá hárblásara. Það er einhvern veginn uppskrift kvöldsins, held ég. Það er þannig, Díok henni bara þenni. Díok, hann á mögulega að skilja eitt kaldan. Já. Svona ef einhver í Njarðvíkurliðinu. Mitt. Ekki það ég veit hvort hann drekki bjór, sko. Svo er það. Svo er það. En 7-2, heimamenn þeir hljóta að vera í 7. himni. Já, ég myndi halda það. Já. Maggi sátti með sína menn. Já. Þetta er bara, leikurinn sem að Maggi var búinn að teikna upp fyrir utan þessi 2 mörk sem að þeir fá sér úr innkasti. Já, svolítið hannig.
Þetta bara fjara út hérna. Komið að 90 á klukkuna. Og uppbótartíminn 2 mínútur og 2 mínútum eru bætt við þessa 90. Þægilegt bara frá fjórðudómara. Já. Nennir ekkert að hafa þetta allt. Mörk hafi komið inn í seinni hálfleik. Dómarinn líka ekkert að tefja leikinn alltaf mikið. Við verðum að húsa honum fyrir leiksinn í dag. Hann spjaldaði ekki einn einasta mann. Lét þetta bara fljóta og þægilegu leikur til að dæma fyrir hann. Hrósa hann. Já. Afturhaldið í baráttunni. Já. Patrik Orri. Ekki nógu góð sending hana. Brotið af Njarðvík. Já, afsakið þetta. Það var 1 spjald í leiknum. Njarðvík fengu gult spjald en... Rétt skal vera rétt. Já, rétt skal vera rétt. En lítum spjöld samt sem áður í leiknum. Arneli hérna með hann. Andri Freyr. Kassar hann niður skemmtilega. Gerir þetta ágætlega. Jökull Jörvar. Finnur Arneli Sævarsson. Hann líka nýkominn heim frá Bandaríkjunum. Var að spila á austurströndinni ef ég mann rétt og nýútskrifaður. Þannig að hann fer ekki heim í sumar eins og hefur verið síðust ár. Þar sem að heimamenn missa leikmenn í skóla. En hérna flautar dómarileiksins leikinn af lokaniðurstaða 7-2 fyrir Aftureldingu. Afturelding skellir sér á toppinn eftir leik gegn Njarðvík. Heimamennir í 7. heimni. Kjartan, hvað segja heimamenn eftir þetta? Bara takk. Já, og við þökkum líka fyrir okkur og kveðjum heim. Takk fyrir okkur. Bless. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall in love like a roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her,